dálítið sérkennilegt, sko, að ég eiginlega ekki vestmanningur, en hins vegar á ég meira og minna allt mitt fólk hér og allt mitt líf snerist Vestmannaeyjar. Sérstaklega barnæska. Móðir mín sem var hérna og pabbi sem hafði verið hér mjög mikið, það var sífellt verið að tala Vestmannaeyjar. Og ég þekkti fólk sem var fætt. Tala í mikrofon. Tala í þetta. Ég þekkti sem sagt fólk sem var fætt hérna upp úr aldamótum miklu betur heldur ég þekkti nágrannar. Fólk sem ég aldrei séð, það var bara alltaf að tala þetta heima. Þannig að mitt fólk er reyn. Og þess vegna finnst mér stundum, já ég er líka Vestmannaeyingur. Og hef þó aldrei verið hér mjög mikið. Ég hef komið í svona misjafnlega langan tíma, verið hérna stundum í viku, hérna var ég hérna í 3 vikur hjá Njáli, frá Knúðfrænda mínum og svo framvegis. En þetta fólk hérna á myndinni, þetta er mitt fólk. Þetta er mín kynslóð, fyrir utan Bibba sem er á skakkri kynslóð. En þetta eru, við erum systkina börn. Halla og Eva og Júlía og ekki betur þessi Inga Hanna og svo Jóhanna og þetta er mitt fólk. Og þetta byrja náttúrulega alls ekki í Vestmannaeyjum. Þetta byrjar hérna út í Danmörku og þar sem var þetta fólk, langafi minn og langamma, svakalega flottur þessi kallinn fyrir það, sko. Það er Willum. Og þaðan kemur Willumsnafnum sem er nú ágætlega þekkt í Vestmannaeyjum og Júlíana Kristína Pólsen. Ég sýnist nú að hún hafi ráðið svona á heimilinu. Sýnist það nú svona á svipnum á hann. Og svo var það þessi, hérna, Hans Peter Andersen, aðilinn, og Jóhanna Guðjónsdóttir sem að hann náði í þegar þau voru í vinnumennsku austur á Seyðisfirði, nei, Mjóafirði, já, á Brekku í Mjóafirði. Amma var á Landeyjunum og afi hafði komið hingað upp til að setja vélar í báta, líklega 1904-05 eitthvað svoleiðis. Og hann fann þessa fallegu stúlku og endaði með því að hann gerði með barn sem var mamma og þau komu til Vestmannaeyja og hérna þetta er á sama tíma, þetta eru kringum aldamótin, Jens og Hans Peter afi, svakalega gæjaði. Þetta eru, sko, þeir hafa verið miklu töffara þessi drengur. Ég var nú að hugsa þann daginn þegar að Egill Helgason birti mynd hérna í silfrinu sínu á eyjunni og mynd af einhverjum glæsimenni sem var á gangi í Austurstræti og hann var byggur hver þessi maður væri og ég var að þetta er ábyggilega Jens frændi. Og svo reyndist þetta að vera einhver bókhaldari úr Reykjavík. Nema hvað, svona var þetta þegar að þau byrjuðu hérna af og amma. Þá leit þetta svona út. Og hérna, þetta er kirkjugarðurinn sýnist mig hérna fram að við, þannig að við horfum hérna yfir svæðið þar sem við stöndum nú. Þetta hefur náttúrulega verið óttalegt jöfnir sem á pláss. Það er eiginlega ekkert að kalla annað. En þetta var þó þá þegar stórmerkileg hérna verstöð og hefur verið allar götur síðan. Ég held að þetta er tekið á byrjunum 1904-08, mamma er fædd 1908, þannig að þetta svona leit þetta út þegar að hún kom í heiminn. Hún átti náttúrulega aðra ömmu líka sem er hérna að hæra við, það er afi hennar og ammennar og sambýlismaður ömmu því að hún visti manninn, Guðjón, sem var pabbi ömmu og bjó svo með þessu manni hér í Miðhúsum mjög lengi og ég hef sjaldan heyrt jafn fallega talað um nokkurn mann
og hvernig mamma talaði þennan Óla, enda hét hún Valgerður eftir ömmu sinni, Ólafía eftir Óla stjúpáfa sínum og svo Eva eftir yngstu systur afa sem var í Danmörku. Þetta ömmur. Og svo fjölgaði nú þessum systkinum. Þá afi var á sjó, þá kom hann í land. Og þarna eru þau, sko, mamma fremst til hægri, elst af þeim. Þarna hjá henni situr Jenny, sem var dóttir Jens, þessa frænda, kölluð Jensa, og ég kynntist ágætlega. Hún varð alveg rosalega drikkfætt Jensa. Og þegar hún drakk, þá var allt vitlaust. Það var þvílíkur, læti og hamagangur. Þess á milli, þá datt ekki af henni draum. Hún talaði mjög lágt og var óskaplega brúð og fyrir henni. Ef hún, sko, komst inn fyrir tappan, þá var allt orðið brjálað. Slagsmál við leigubílstjóra og svo eru þið þarna bræðurnir, Willum og Njáll og Knúð og Malli og Gunnar sem komu seinna, þau voru ófædd, þetta 1920 líklega. Og hérna amma svo aftur með 3 elstu börnin og svo afi með Jóhannsson sinn sem hann átti af seinna hjónabandi. Þetta svona sennilega tekið í stríðslok og Jóhannes var eini sem lifir af þessum systkinum frá Sólbakka. Og þetta sennilega tekið það lítið sem afi þurfti einhvern tíma að fara til Reykjavíkur og lofaði að kaupa Jóhanni eitthvað fallegt í höfuðstaðinn. Og svo kemur hann tilbaka og þeir standa upp á tröppunum á Sólbakka sem heitir Hásteinsvegi og afi tekur fram þennan fína bíl, svona stóran eitthvað svoleiðis og færi Jóhanni, þetta var skrautlega málað úr timbrín. Jóhann tók bílinn, fleygði honum yfir tröppunum og sagði: "Ég vildi alvöru bíl helvíti." Það fékk hann nú ekkert að seinna. Svo þetta svona, þegar ég fer að muna eftir mér, þetta svona upp úr 50 sem þetta tekið, þetta afi með börnin sín öll og Jóhann þarna efstu til vinstri og Valgerður, þau voru sem sagt alsystkina þessu síðara hjónabandi og svo þessi bræður sem að mér lærðist mjög snemma að væru miklu merkilegri en annað fólk, duglegri, snyrtilegri og almennt séð í allt öðrum flokki heldur en flest annað fólk, því þetta væri svo fínir kallar. Og þegar ég fór svona að kynnast þeim, sko, þá hugsaði mér, já, þetta er alveg rétt af núna, sko, þetta er alveg fínir kallar, sko. Ég man sára lítið eftir afa mínu, það er til ein svona myndi í kollinum á mér, það sé ég satt á gólfi heima í bústaðahverfi og afi kom og gaf mér pening með gati, dansku pening. Og ég sá ekki hvað var hægt að gera við pening með gati, það var ekkert að kaupa við. Þetta er eiginlega eina svona myndin sem ég hef á hann og þá leit hann okkur náttúrulega svona út, sko. Þetta er tekið skömmu áður en hann degi, þetta er degi 55. Og þá var ég sem sagt 5 ára. Og þarna eru þau, þessi systkin á magarni. Og fyrir mér var þetta, sko, voru þetta bara, það var Knútur og Ragnar, það var einn pakki. Njáll og Dóra var annar pakki. Eva og Valdi, foreldrarnir. Og svo Willum og Lóa. Og Bogi og Gunna og Mall og Dísa. Þetta var alltaf sama, það var aldrei, sko, Mallinni, það var Mall og Dísa. Það var Njáll og Dóra og Gunna og Bogi. Fyrir mér var þetta, sko, þau fóru fullkomlega saman, það var ekkert hægt að skilja þau að. Enda þegar þau fóru að tína tölunni svona, systkinir, sko, að þá var nú ekki með helmingurinn eftir. Það virkaði nú þannig, sko.
Og svo átti afi náttúrulega marga bræður úti í Danmörku, sumir komu hingað, Jens hafði verið hér talsvert og átti hér hérna börn og á hér afkomendur. Sven mann ég eftir að bjó í Reykjavík og hérna vann í bakaríum, svakalega hóraður kallmanni. Og svo var onkall Theodor, sem var bróðir hans í Danmörku, kom hingað hérna býsna oft. Og þegar onkall Theodor var kominn, þá reykti hann London Docks og satt í stofunni og drakk te og þetta var svo hátíðlegt allt og dásamlegt að menn töluðu dönsku eftir því sem hægt var og þetta var einhvern veginn færðist bara allt á annað plan. Svo gerist það 1983 að við konan mín og börnin fórum til Danmörku, voru þar eitt sumar og mamma hafði sára lítið verið í Danmörku, hafði einu sinni komið þar í stuttastund, svo við ákváðum að hún skyldi fá hana til okkar og vera þarna hjá okkur í nokkra vikur, það var mánuður eða eitthvað. Og þá fórum við að leita að hennar fólki og Júlía frænka mín Andersens, hún hafði verið talsveit í Danmörku og hún hafði kynnst svolítið þessu fólki, hún hafði leitað aðeins upp í þetta fólk okkar sem bjó í Friðriksson. Og þar á meðal vissun af Evu, sem að þá heitur Jespersen, og hún átti þennan kall Valdimar, og það var Eva og Valdimar í Danmörku, og hann keyrði í leigubíl eins og pabbi mig hér, og þarna hittust þær í fyrsta sinn, mamma og Eva sem hún var skiljaður. Og mamma talaði ekki góða dönsku, Eva frænka talaði alls ekki góða íslensku, en þær voru nánast alveg eins. Það var alveg furðulegt að sitja með þeim sko og þær voru svona eins í töktum, þær glottu og brostu yfir sömu hlutunum og þó að þær töluðu sikur tungumáli þá skildu þær hvað aðra alveg fullkomlega. Þetta var eiginlega alveg dásamleg stund, svo náttúrulega dó Eva frænka nokkra árum seinna og mamma fyrir 25 árum eða hvað það er. Og hún hét Eva sem sagt mamma og það er fullt af Eva. Hérna eru sko Eva Geirs og Eva Andersen og Kolbrún Eva og Eva Arthurs og ég held að hafa verið að telja það í gær að það eru orðnar 13 núna. Hún heita Dada Eva og Eva þetta og Eva hitt og svo frá. Sko. Svo var ekki nóg við það að það var alltaf verið að tala Vestmannaeyjar í mínum uppvexti, heldur að maður alltaf að borða Vestmannaeyjar mat. Og það stafaði að því að það var haldið hér áramótin 25 og 26, matreiðslunámskeið undir stjórn fröken Matthilda Sauðsdóttur. Og þetta var að allar uppskriftir skrifaðar niður í bók og upp úr þessu var eldað heima hjá mér. Og ef það átt að gera alveg sérstaklega vel við maður, þá hefði maður lunda, sem er sko betri matur heldur en nokkuð annað sem ég hef borðað. Borðaði í fyrra að finnaði í Lunda og Grímsey, hann er ekki eins og. Já, það verður bara að segja eftir svona. Og svo er alltaf fjölgur kynslóðum. Og þarna sit ég sennilega 8 ára gamall með systursonum mínum. Af því að sko mamma var orðin fullorðin þegar ég fæði, og 42 ára og þess vegna á ég systkinabörn sem er eldri en ég. Og hér er nú mynd af einum sem er talsvert eldri en ég, sko, lengst í næri, það er Bibi. Það munar alveg heilu mánuð á. Og þarna er Bibi svona Erlu, sem sagt, systur minna hér, Erlu Valla Snæ, við vorum hálfsystkinn. Og Nonni, stöpurinn hann í miðunni, hann er sonur Sonju, systur minna, sem hún átti með Geir Jónssoni, lækni, og svo Heimir, Eyglóar systur minnar, sem á pappa frá Hári, Sigga Hári og pappa hans. Og þetta sé sko, við erum góðir yfir. Og þetta var tekið í garðinum heima hjá Sonju og Gissa á Steikjagötunni
Og nú erum við að undirbúa við frendurnir að fara niður að Skeggjagötu á góðum degi í sumar og endurtaka þessa mynd. Ég veit ekki hvernig skoðum við verðum í Stubbúsunum, en það má sjálfsagt reyna það. Og svo var maður náttúrulega af og til að koma á þjóðhátíð og eftirminnileg þjóðhátíð þegar að ég kom hérna með konu og börn og við ætlum bara að tjalda inn í dal og Bibbi reddaði okkur rosalega fínu tjaldstæði. Þetta er langbesti staðinn í Dalvíksáðum og svo vöknuðum við morgunni, þá vorum við á miðri göngugötunni. Innan sko alla pörupiltana og flækingstúlkur í Reykjavík, svo voru blindfull allt í kringum okkur. Þarna situr sem sagt Erlu systur minni og Magnu og sennilega þetta og Þóri dóttir þeirra sem situr þarna. Og en við komum sem sagt komum nokkuð oft á þjóðhátíð og hættum við núna meira og minna. Og svo þetta fólk það fjölgar sig alveg svakalega. Þetta eru snæjarandir, Erlu systur minnar. Mér er sagt að þessi mynd hafi verið tekið þegar við héldum upp á 100 ára afmæli mömmu sem hefur þá verið 2008. Þetta er í miðju hruni. Það má ekki sjá að þessi tjaka þetta fólk. Og þarna situr með sorglegri Gunnar systir, það er að segja yngri systir mömmu, sem að var aldrei kölluð hana heldur en Gunnar systir. Og við systkinin köllum hana bara Gunnar systir og það var að tala Gunnar systir, þá er það þessi en ekki Guðrún systir okkar sem við hefum líka. Sko, það gerðist einu sinni að ég þekkti Árna Jónsson og einhvern tíma þá fékk hann mig með sér í tónleikaferð til Vestmannaeyja. Þetta hefði verið svona 71-2 eitthvað svona. Og við fórum með Herjólfi og Þorláksson og svo eru haldnir tónleikar í félagsheimili út á Heiðavegi og með í bátnum var amerísk stúlka sem að kenndi mér lag fyrir utan félagsheimilið og ég kunni 3 grip á gítar. Svo ég fór inn og flutti þetta lag sem gerði ágæta lukku og svo 2 önnur sem gerði munninu. En það hefði ég þurft að kunna 4. gripi þegar ég geta gert það með. Og þetta er ágætt skemmtun og fullt af fólki og svo þegar þetta er nú búið þá komið miðnætti og þá allt í einu áttaði mig að því að ég hafði ekki gert ráð fyrir að gista eins það. Ég fór svona aðeins að labbum og það var orðið alvarlega rökkvað og þar kem ég að lögreglustöðinni sem var hérna fyrir neðan og sem ég hérna alltaf rúm og klefar og svo ég banku upp og hvort ég geti ekki fengið bara að leggja mig. Og hann var þar þessi yfirlýþjótt og hann kallaði Gvendur þessi ekki. Gósi. Og jú, hann tók því vel. Það var alveg sjálfsagt mál sko. Og ég fekk klefa og teppi og laði mig og stein svar til morguns og þegar ég vaknaði þá var hann farinn á vaktinni. Og þá var eitthvað annan maður kominn og ég vildi komast út, hann hélt nú ekki. Það þyrfti nú örugglega eitthvað að gera upp mín mál. Og hann tók því alls ekki trúanlega að ég hefði að ég væri þarna fúsum og frjálsum vilja. Og svo var nú eitthvað hringt og svona og endan þá slapp ég út. Síðar þann sama dag og því ég vissi ekki betur en þetta væri bara á milli mín og Gósa og svo þessa þriðja manns. Síðan hann samt að maður hitti ég alveg málinn. Jæja, vinur, sagði Valli, þú hefur getað fengið gist. Já, vissu þetta náttúrulega allir Vestmannaeyjar. Síðan ég ekki farið í tónleikaferði með Árna Jónsson. Jú, ég segi það ekki satt, því að skömmu síðar fór ég með honum í Sandgerði, man ekki hvernig á því stóð, ég allavega fór með honum og það ætlaði hann að skemmta á kvenfélagsfundi
og við erum komin þarna svona 9:30 og 9:30 þá er komið þarna, hann á að tróða upp og klukkan 3 nóttina voru flesta konurnar sofnaðar en hann enn að spila. Og svo hef ég haldið góðum vinskap við sundaninu framfætti, við sérlega mikið náttúrulega. Júlía, frænka mín, er góð vinkona okkar og við höfum farið með henni í ferðalög fjarlægar slóðir til Perú og til Myanmar og við byggum eins og í Tæland og þá kom hún og var svolítið hjá okkur þar og nú erum við að undirbúa ferðaustur til Kambódíu og Víetnam og svona og það er einhvern veginn svona með þetta fólk mitt í Eyjum að það er alltaf eins og maður hafi hitt það bara í gær. Jafnvel fólk sem ég ekki séð í 30 ár. Það er einhver strengur þarna sem er svo hlýr og góður og gott að vita. Og þegar ég hugsa sko þetta fólki mitt í Eyjum, já, það er alltaf svo mikill Vestmanningur. En svo átti ég náttúrulega föðurætt líka og hún kom úr Fljótshlíð og þar var ættfaðirinn, langafi minn Þórður Ívarsson, hann átti 21 barn og tvígiftur. Nokkur af þessum börnum fluttu til Eyja á Þorkell í Sandvíði og það var Magnús Þórðarsson Tórdarsson, það var alltaf fínna þá, hann kallaði Mangiti Há, að kaupnaði hér og einhvers staðar víðar og svo var Guðrún. Hún var yngst þessari systkina, fædd 81 og við komum hér saman við pabbi líklega 1974 á þjóðhátíð og pabbi vildi fara að heimsækja Gunnu frænku, Gunnu í Há, við gerum það og hún var þá orðin, fannst mér alveg fjörgömmul sem hún hefur verið, fædd 81 og hún vann alla daga og var svakalega spræk og skemmtileg og svo sitjum við þarna hjá henni var þarna einhvers staðar ekki langt frá þessu Sandprýðistóð. Já, þetta veit það og svo erum við búin að sitja og drekka kaffi og ég þarf orðið að komast á klósett og segi við Gunni, kemst þið ekki að klósett hjá þér? Jú, elskan mín, þarf að gera mikið. Nei, já, farðu bara í vaskinn. Það er svona tilgerðarlaust fólk og svo einn frændinn sem ég hef fundið, hann fór að rannsaka framhættinu og þetta er ekkert slor fólk. Sigurður Fáfnisbanni. Það eru margir hér sem eru skildir Sigurður Fáfnisbanni. Þetta Haraldur Hárfagri og þetta er alls konar stórmenni. Og svo ég er fæddur í bústaðahverfinu. Og þetta var maður var tvítengdur alltaf því að Þorkell hér í Sandvíði gamli, hann og pabbi voru bræður sinni. Nei, hann var föðurbróðir pabbi og svo giftist Bogi í Sandvíði, hann giftist Gunnu systurnar mín og af þessu fólki kynntist ég mest Þuru í Þóttá sem að maður var alltaf svona óttablandna virðingu fyrir Þuru. Hún var alltaf klædd í kappansföt og var svona já, maður vissi aldrei almennilega hvað maður átti að halda en hún var voða hlý og góð alltaf og elskuleg við mann og þannig eru þau systkinin sem þar með Benódus, pappinn var föður og allt þetta, já. Þannig að við hefum venjulega dög að koma hérna á bryggju og segja að þeir sem eru frændur mínir rétt upp hönd og þá er alltaf 15-20 manns. Og
svo heldum við ættamótir í Vestmannaeyjum 83 og þá lifðu öll systkini og þau standa hér fremst og þá voru þarna yfir 200 manns og svo var haldið hér ættamót aftur 2001 ef ég var rétt sem að við komumst ekki á og þannig að hópurinn stækkar og stækkar og stækkar og það er alltaf að verða fleira og fleira fólk sem er náskyltmann og maður þekkir ekkert. Og svo er enski leggurinn alveg eftir. Bibbi er að vinna í hún.